Góðan daginn, kæru sjómenn og velkomnir og til hamingju með sjómannadaginn. Við skulum lesa þetta örlítið í orði Guðs áður við fyrir lengra. Lesum í Jóhannesar Guðspjalli, eitthvað gott þar. Við skulum lesa þetta frá 13. kafla frá með 15. versi. Eftir það hellir hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna á og þeirra með líndúk þeim hann var gyrtur. Kemur hann þá til Símons Péturs. Hann segir við hann, Herra, ætlar þú að fara að þvo mér fæturna? Jesús svaraði og sagði við hann, nú skilur þú ekki sem ég gjöri, en seinna myndi skilja það. Pétur segir við hann, aldrei til eilífðar skalt þú þvo fætur mína. Jesús svaraði honum, ef ég ekki þæ þér, erum við skyldir að skiptum. Þetta voru orð Krist við Pétur, þar sem Kristur að sýna svona ákveðna virðingu gagnvart sínu fólki. Ég held að megi alveg taka undir það sé svona ákveðin virðing fyrir mönnum og konum þegar menn taka það að sér að þvo þeim fæturnar. Það hugsa ég. En þetta dagurinn ykkar sjómenn og við óskum ykkur að sjálfsögðu til hamingju aftur með hann og að vísu vitum við það að hann við svolítið sérstakar aðstæður og við sumt ráðum við ekki en getum alveg gert honum þau skil sem að þarf í Jesú nafni. Við skulum vinda okkur í þáttinn.
Góðan daginn. Margt breyst í kringu bátan og skipin. Komið sælir sjómenn góðir. Þó margir hafa ekki stunda sjómennsku herrarsáu tíð, telst sjómannadagurinn ennþá vera þeirra dagur þó komnir sér í land en voru eitt sinn með alla sín afkomu tengdri hafinu. Þetta fólk þekki því á eigin skinni hvað sjómennska sé og gera til jafns við hvern annan sem er. Ekki gleyma þessu. Rætur fyrrum sjómanna liggja til hafsins og skipana þó langt séum liði frá því að menn handleiku síðast breiklandi fisk úr veiðafæri. Ekkert er flókið við slíka hugsun. Auðvitað var lífið til sjós bæði ljúft og leitt. Góðir dagar runnu upp og hinir sem ekki voru alveg eins góðir voru þarna með, svolítið bland í poka. Á alls konar gekk til sjós og mönnum mætti bæði meðbyr og mótbyr. Aðstæðna sinna vegna er sjómennska sérstök og verður áfram. Ræturnar af allir þessari nærveru verða svo því djúpar og tegja sér langt inn í þetta starf. Togarinn, báturinn og farskipið hefur kennt sjómanninum margt. Skip er lítill heimur sem móta líf margra manna og fylgir þeim þar sem eftir lifir og mörgum með góðum hætti. Þó lífið borð sé alls konar er það viss sannleikur að hið ljúga varð eftirhanda minningunni og hefur gert í afskaplega mörgum tilvikum, kannski ekki öllum. Fyrir kom að menn söðluðu alveg og færði sig yfir á farskipin og af togara eða fiskibáti. Væri skiptum skip að verjast samt að halda sér við þekktan steðja að vera báta eða togarakall. Sama gilti fraktskipakallinn. Að kúvenda í þessu máli gat verið að færa sig alfarið yfir á farskip af fiskiskipi eða öfugt. Gilda enda gjörólík vinnubrögð á þessum skipum. Þó skipt væri skip héldu menn sig nokkuð við þekktari steðjan. Sumum sjómanni finnst betra að starfa á togara en báti. En fyrst af öllu voru menn sjómenn og merktir þeirri hugsun. Að koma sér í land var ákvörðun sem tekin var og var oft endanlegt val og ekki snúið aftur með það. En venjulega þá eftir allmörg ár borð. Engin uppgjöf en kannski komið ágætt og tími fyrir annað runnið upp. Lífi fólks er kaflaskipt og allir með sína kosti og galla. Sem sagt að það var nokkuð til sjós að menn færðu sig milli skipa. Hyggi að flestir eldri sjómenn kannist við þetta og moskju úr eigin fari. Má vera að þetta sé breytt í dag. En við erum ekki að fjalla daginn í dag, heldur þanga mann á árum áður og fyrir allan kvóta og skerðingar í sókn. Hyggst samt að farskipakallinn undirmaður hafi haldist nokkuð betur við borð í sínu skipi en undirmenn fiskiskipana sem oft voru fastir í þessu endalausa rokki á milli báta. Fæstir fettu fingur út í slíka breytni inni höfðu skoðun á og svona bara var þetta. Mann alltaf orðis ágætt sjómanna leiðtoga sem uppi var og eftir 1970 sem einmitt talaði þetta eitt sinn þar sem ég var staddur. Akkurat þetta hafði maður séð og var sjálfur þessi maður sem gekk milli skipa en var umfram allt annað sjómaður. Merkilegt hvernig sumt er vaxið. Kanski skipti maður örar plásan margur annar eða var samt ekkert á skjön við allt og alla. Alls ekki. Obbi undirmanna batt sig ekki við eitt tiltekið skip þó svo kunni að vera staðan í dag. Á þessu voru auðvitað undar tekningar og menn árum saman á sama skipi. Að fara á bát á landsbyggðinni var eitt af þessu sem í gangi var og maður sjálfur tók þátt í. Komin á staðinn var maður kannski var við að hluti áhafnarinnar var fólk sem maður hafði áður starfa með einhvers staðar annar staðar. Fyrir koma 2-3 félagar ákvæða að ráða sig saman á bát sem gerðu var út utan höfuðborgarsvæðisins og fóru, segjum, austur á land. Ég boði var að búa borð í bátnum.
Á einu stað fengum við þó inni á hóteli og bjó öll áhöfni þar í fullu fæði á kostnað útgerðar. Hótelið var frekar lítilgömul bygging með nokkrum herbyggjum í sem öldur kona sá um. Vænsta manneskja sem ég því miður man ekki nafnið á. Tíminn á hótelinu stóð í eitthvað 3 vikur eigendur bátsins loks ákváðu sig. Nótin var drifin borð og haldið á síldveiðar. Það reyndust ekki ábáta samar. Sam og engin síld veitist þetta haust. Skömmu fyrir jól 1970 lauk vistinni og var siglt frá Hafnarfirði til Reyðarfjarðar. Báturinn er Magnús Ólafsson GK 260 tonna austurþýskur síldabátur, upphaflega frá Sandgerði. Stundum elti maður auglýsingu sem sagði frá að hásetta vantaði á bát og sló á þráðinn og falaðist eftir plássinu. Svarið á hinum endanum var hefðbundið og maður spurður hvort maður væri heimamaður. Í ljós kom að svo var ekki, var söðlað og sagt að eiginlega væru þeir að falast eftir heimamanni á bát sínum. Venjulega var samt tekið niður nafn og númer og hringt tilbaka, sagti engin bæjarmaður stöðuna. Væri maður enn í landi hringt var, sló maður til. Með í pakkanum fylgdi flugfarmiði. Minnir að maður hafi sjálfur greitt flugfarið heim. Stingi maður af, eins og fyrir kom, var andvirði flugmiðans tekin af hýrunni. Þessi kafli í manns lífi að ráða sig á bát út á landi stóð stutt. Flest skipana sem starfa var á voru frá Hafnarfirði. Fiskimennsku minni lauk árið 1982 og var í þá háseti á einum af togurum bæjarútgerðar Hafnarfjarðar. Frá þeim tíma og til ársins 1986 voru það farskipin og öll heimsins sög sigld. Kannski spennandi, en ekki svo mjög. Kranar sem ganga eftir brautum bryggja og skipið bryggju eru allt áþekkar myndir hvar sem í veröldinni. Ekkert merkilegt. Í öllu venjulegu bjuggu menn borð. Heimamenn fóru þó til síns heima að löndu lokinni og héldu sig þar væri ekki róið vegna veðurs. Algengt var að landsbyggðarbátar væru mannaðir aðkomu mönnum sem þó bjuggu borð. Undantekninga voru frá þessari reglu og tel ég að skip síldarvinnslunnar í Neskustad hafi að mestu verið mönnuð norðfirðingum og að sama hafi gilt Eskfirðinga og hraðfrystistöð Eskifjarðar eftir að þar hefst útgerð og allir ríki tekin við og allt hans ágæta fólk tekið við rekstrinum. Allir þessi staðir hefðu þó hjá sér aðkomu sjómenn. Þeir bara einhvern veginn tilheyrðu. Eftir á hyggja getum að vel sagt að þetta hafi verið svolítið merkilegt tímabil og sinnhátt þakkarvert að hafa fengið að vera þáttakandi í því. Menn stunduðu sína sjómennsku vítt og breyttu landi og gerðu undir titlinum sjómaður, áhugavert. Bátarnir hétu hins vegar ýmsum nöfnum. Í dag sem kunnugt margt breytt og margt komið í góða friðarhöfn þó ólgusjórinn hafi eitt sinn leikið og menn ekki alveg að skilja talmanna frí né gildi fría. Menn létu bærælurnar, siglingafríin og ferð skipsins í slipp duga. Skip var tekið í slipp var áhöfnin vanalega afmunstruð og gerðu launalaus. Nokkur los var á undirmanna liðinu til sjós og enn við líði árið 1970 maður hóf sína sjómennsku. Hyggið þó að meiri festa hafi verið hjá þeim parti áhöfnarinnar sem stemdi á yfirmannastöður borð og horfði því til staðfestinga til stýrimannaskólans og eða vélstjóraskólans og jafnvel kokkaskólans. Sjá má að menn í þá daga voru nú ekki alveg vonlausir.
Svolítið úr sögu þjóðar, almennt. Að öllu dregur og nýjir kaflar koma sem ýmist yfirskrifa hina eða bæta við þá og gefa aukinn ferskleika. Að þeim tíma dróga menn færa að hugsa hafið og sjóu með alveg nýjum hætti og spyrja sig spurninga hvernig auka mætti afla og afköst fiskveiða. Og að því koma margt færa grassar í kolli þjóðarinnar nokkuð sem var fólkinu framandi og snerist auknar tekjur fólks og meiri hagsæld. Lengi vel bólaði lítt á slíkri hugsun og sést best í kyrrstöðinni sem var. Kotbúskapurinn blasti við hver sem litið var og menn af þeim stað að vera sjálfum sér nógir og lítið meir en það. Kyrrstaða. Hún fer ekki vel með neina þjóð. Slík umræða hleypir lífi í, hygg þó að hafi ekki komið upp fyrir alvöru fyrir miðbik 19. aldar. Auðvitað hrein ágiskun. Hvenær sem þetta allt saman hófst ljóst að aldamóti 1900 en margt byrjaði að gerjast og farið að örla og hafna mannvirkjum, kannski í skötu líki. Fyrstu bryggjurnar voru verk einstaklinga sem vildu með bryggjugerðinni auðvelda sér verkin og vinnuna við eigin skip. Hængur á ef einkaframtak byggi bryggju. Hætti eigandi rekstri næsta víst að bryggjan fá ekki eðlilegt viðhald og grotni niður af viðhaldsleysi. Aldamótin 1900 nokkuð til af slíkum einkabryggjum og bryggjuhausum. Hugsið ykkur sofundarháttinn að ekki hafi það verið fyrr en þetta að farið væri af stað með bryggju í landi sem öldum saman stunduð stífa róður af og notaðist við fjöruna eina sem lendingastað báta sinna. Ótrúlegt verkslag og blinda sem öll þjóðin haldin af og hreint rannsóknarefni hvernig ósköpunum gat skeð í landi sjóróðrana. En svo byrjar umræðan. Af umræðinu sprettur alls konar. Mögulegt að menn hafi í slíkum pælingu rekið svo sama vegg. Og hvaða veggur þetta sem ítrekka stöðva menn? Gefum honum bara nafni Hafnleysa. Hafnleysan gerði verkið ómögulegt. Til að geta sinnt stærri skipum var höfnin fyrst að koma. Fram að þeim tíma miðaði stærð báta við að hægt væri að draga þá á landi og handafli. Árabátarnir voru þeir einu sem standast prófið. 1920 fara menn að setja í þessa árabáta vélar en komið fljótt á raunum að hentuðu illa. Ísfirðingar voru fyrstir til þess, muni ég þetta rétt. Var þá farið að smíða þessa báta og gera ráð fyrir vélum í þeim. Kannski kom nafni Trilla þá. Úrbætur voru gerðar til að auðvelda mönnum að koma báti í örugt skjól eftir róður. Handdrifin vindubúnaður settur upp sem breytti öllu fyrir þessa menn. Hygg þó að menn hafi ekki farið að huglega slíka búnað fyrir með 6-æringunum og 8-æringunum. Þetta voru stærstu veiðiskipin, þungir og styrðir bátar. Séu eyru valdhafa dauf verður mönnum ekkert úr verki og geta gert fátt sem bætir aðstöðu að neinu marki. Betri aðstæður gera margt. Peninga fara að koma í umferð af aukinni atvinnustarfsemi og fleiri fólk með laun. Hringráspeninga afl, allt til að gera hag manna og kvenna betri. Engin leið önnur til vilji minn auka vöxt peninga og getur manna til alls konar. Ríkið þarf að vera með. Sjáðu hvað skeiði kringu COVID-19 ríkissjóður greip inn í með ríflegu framlagi til atvinnuvegana til að fleyta þeim yfir hjalla. COVID-19 olli stöðnum peningastreymis til fyrirtækja. En hve lengi getur slíkt gengið áður að ríkissjóður tæmist? Ekki lengi. Hringráspeninga verður að vera virk. Svoleiðill kapitalismi og svoleiðið af vinstrimennsku. Vinstrimenn elska ríkisframkvæmdina og kapitalismin COVID-19 aðgerð ríkisstjórnarinnar. Í ranni ríkisins til fjármagn til að framkvæma með og verki kemst inn sem útgjalda liður í langan að skamma tíma og tryggi verki og viðhald til langra framtíðar. Án beinna þáttöku ríkissjóðs gerist fátt af stóru. Danskir við völd.
Danska krúnan tók hér öll völd 1523 og misti þau aftur á lýðveldisdag Íslands 17. júní 1944. Valdatími dönsku krúnunar spannar yfir 400 ár af sögu Íslendinga. Danir setta á Íslandi einokunarlög sem giltu á 17. og 18. öld. Þá gáfu þeir þau eftir og má segja að sé fyrsta tilslökunin af þeirra hálfu á valdatíma sínum hér. Danir voru harðir húsbændur. Þjóðinni leið ekki vel undir þeirra stjórn. Engin þjóð sæl sem lítur harðstjórn. Vandinn við yfirtöku dönsku krúnunar var að hún var ekki gerð til að byggja neitt upp á Íslandi, né skilja eftir gagnleg verk fyrir landan. Markmið danskra yfirvalda var að hirða alla framleiðslu héðan og færa dönskum í Danmörku til tekna. Fræg sagan danska kaupmenn sem ráku Íslandsverslunina að hafi verið með efnameiri mönnum Danmörkur. Með einokunarlögunum tryggja Danir sig á bak og brjóst. Þeir koma í veg fyrir að nokkur maður á Íslandi gæti stofna verslun nema hafa til þess leyfi. Hver gaf út leyfið? Danir auðvitað og til sinna manna. Á þessu tíma eru þeir í raun og veru í stríði við Hansakaupmenn frá Hamborg í Þýskalandi. Danir vilja auka völd danska konungsins. Danir komu hingað að stunda Hansakaupmenn hér verslun og hafðu gert í nokkra áratugi. Af þessu má sjá að einokunarlögin séu hápólitískt mál. Voru þá Norðurlönd ung ríki að rétt svona að byrja að fóta sig á valdastól sem sjálfstæðar þjóðir. Hansasambandið var til á 13. öld. Kaupmenn á þessu vegu voru tíma rosalega fyrirferðarmiklir í allri verslun. Fyrstu fregnir af þessum Hansakaupmönnum berast 1432. Hansasambandið kunne hafa þrengt verulega þessu nýju og viðkvæmu konungsríkjum á Norðurlöndum og akkur í fyrir þau að minnka völd þessi. Hansakaupmennirnir hirtu alla verslun í Norður-Evrópu og tókst að koma á einokun. Merkilegt og leið einkennilegt stríð sem menn heyja við þessa Hamborgarverslun. Hansasambandið var ekki lengur til eftir 1669. Danakonungi tókst smá saman að veikja það og að lokum að eyða því. Hansakaupmenn á Íslandi komu sér upp höfuðstöðum í Hafnarfirði. Margt bendir til að einokunarlögin sé fyrst og annars liður danskara í að klekkja á Hansakaupmennum og að landi sé eins og milli steins og sleggi í þessu einkennilega sjónarspili Dana. Skipti bláfættakur landi þá engu máli og hann í engu hafður með í ráðum. Landi var gjöfult og hafði góð fiski með allar hringinn og hægt að ná á fólkinu hvern eyri gegnum einokunarlögin sem banna honum að versla við aðra en danska kaupmenn. Kæmu menn inn í verslun Hansakaupmanns til að versla var það lögbrot. Tel að Danir hafi verið okkur engar þungir í taumi. Einokunarlögin sem þeir koma á sniðu landanum afskaplega þrönga stakk þó til annara verka væru sett. Danir stóðu sig illa hvað vörusendinga til landsins snertir. Skemmtur matur bastingað og stundum maðka mjöl og allt selt og okur verði. Einokunarlögin náðu lengra en bara til verslunar. Þau gefa dönsku útgerðinni forgang að íslensku sjómannu sem með þeim gert að sækja fyrstum hjá þeim dönsku. Dönsku fiskikipin voru orðin fullmönnuð, gat íslenska útgerði væns manna á sín skip. Svo háttar til svo hætta fyrir hendi að þjóð smá saman slökku á sjálfsbarkarviljanum og degi. Áttu það allur kraftur fari úr henni. Ef við horfum til marg sem lengi viðgekkst á Íslandi, til að mynda merkilegrar hafnleysunar, gæti það bent til fyrri tíma þrenginga og skorða sem giltu og svæfðu. Slíkt góð leið fyrir allan doða að koma sér fyrir til langdvala. Langan tíma getur tekið að hrista af sér doða, kynslóðir jafnvel. Harðstjórn dregur dilk á eftir sér. Það ekki fyrir en einstaklega koma fram sem muna ástandinu ekki og ná að rífa þjóðun upp úr öllum þessum doða og fá til að vinna með sér.
Er þetta hægt? Hvað skeði ekki í COVID-19? Stóð þó ekki þjóðin saman sem einn maður og af hverju? Hún var leidd áfram af vönduðu fólki í mætti hvatningar og sannra upplýsinga sem þjóðin treysti. Fleiri hafa gert þetta og má benda á Jón Sigurðsson forseta og fleiri af hans samtíma mönnum. Með þeim og verkum þeirra og orðaræðu kviknar aftur líf með þjóðinni. Það er upp úr slíku ástandi að hafist handa mikilvæg verk til framfara. Til að mynda byggingu hafna í þessu landi sem einnig undirbúningur fyrir sjálfstæðið og að halda fengnu sjálfstæði. Moskjamenn hafi eygt það löngu og undan sjálfri sjálfstæðis yfirlýsingunni. Er ekki doðinn sem harðstjórnin olli og höftin í kjölfarið skýringin á hví landi var svo lengi ein risavaxin hafnleysa sem engum breytingum tekur fyrir í upphafi 20. aldar og hugsuninni full yfirráð yfir eigin landi og fregnum af gríðarlegum afla botnvörpunga og veiðisvæðunum sem Íslendingar 1890 fara fyrst að sjá út eldhúsgluggann heima hjá sér að moka upp kola og fylla skip sín á kola á rúmum sólarhring. Engi spurningar að það sem þeir sjá séu annað en kveikjan að íslenskri togaraútgerð sem formlega hefst með togarinu Kútt sem var lítið skip en hentaði illa úthafinu en gekk ágætlega með innanfjarðar. Meira dönsku yfirráðin. Hygg að til lítils hafi verið fyrir Íslendinga að leggja inn beiðni fyrir dönsku valdsherrana þátttöku í hafnagerð, þó hafni hafi þá verið vel þekktar í Evrópu og gagnsemi hafna augljós. Danir voru ekki hér fyrir Íslendinga heldur sig sjálfa, kannski til að minnka veldi Hansa kaupmannanna. Og tíminn líður. Smá saman fara leiðir að opnast og menn að viðurkenna að getan væri til staðar á ýmsum sviðum og unnt væri að auka afla landsmanna umtalsvert. Margt hafði þó breyst og nýjungar komið fram af áður óþekktri stærðargráðu. Fyrst af öllu urðu að koma hafnir og betri aðstæð í landi. Verkin urðu menn sammála. Ríkið kemur inn í myndina. Hafnaframkvæmdir hefjast, miklar staurabryggjur rísa, fjaran sem eina aðstæða skipaflotans við að hverfa. Æ fleiri gefa henni langt nef, fingurinn, eins og sagt væri í dag. Ímyndið ykkur muninn. Nú hafi skapast fín aðstæða til útgerðar þilskipa sem eftirleiðis væri hægt að leggja upp að bryggju og landa afla dagsins og túrsins þar. Allt til að byrja með svolítið fornaldalegt séð með augun nútímans en upphafið að hinu sem kom. Höfnir bylting, trúi þessu. Hafnleysan og aðstæðurnar sem sjómenn Ísland byggu við í aldir ekkert nema svartur blettur og sögu útgerðar og sjósóknar í þessu landi. Vegna hafnleysis fórust fleiri bátar en líklega flestum okkar grunar og gerðu oft fast upp við fjöruborðið með oft á tíðum manntjóni og í aðstæðum í landi sem ekkert var hægt að gera við þó aðeins örfáir metrar aðskildu fólk og slysstað. Hörmulegt. Árabátaöldin. Á árabátaöldinni var áttæringurinn stærstur allra íslenskra skipa og leið sá erfiðast af öllum öðrum róðrabátum koma lendingu. Þyngsli áttæringana var slíkur að mannskapurinn átti í verulegum erfiðleikum með að koma honum nógu langt upp á kambinn til að teljast öruggur. Þessu á síðari stigum var mætni spilbúnaði en var samt framkvæmt einstaklinga sem æ fleiri taka upp. Til að Vestmannaeyingar hafi fyrstir komið sér upp slíku spili við lendingarstað báts. Öllu þessi breytti höfnin og þróunin kringum hana. Áttu varnargara þá sem gerði voru til að verja betur hafnarstæðið. Reykvíkingar ríða líklega á vaðið. Fyrst með byggingu Ingólfsgarðs og síðar garðsins á móti. Hafnfirðingar tóku við sér og reistu Norðurgarðinn 1941 sem tók 7 ára að ljúka við. Garðurinn á norðanverðu varði þær 2 trébyrgjur sem komnar voru. Nýja bryggja reis 1930. Fyrir var gamla bryggja sem kom nokkrum árum fyrr.
Suðurgarðurinn, varnargarðurinn, reis 1959 og tók 4 ár að klára hann. Mikil mannvirki sem stórum bætir höfnina. Við sjáum að bryggjan undirstaða allra útgerðar sem helstu auðæfi landsins fara Fjaran ein gekk ekki og var stoppari á allar framfarir í sjávarútveginum. Vildu menn fara lengra, var eitt að ræða og höfn og vanda þar til verka. Þetta búið að vera skemmtilegt og gott og vandað efni sem komið og við ætlum að hafa vandaðan alla leið og nú komið að svolítilli hugvekju í nokkra mínútur og ekki veitir okkur af því að fá til okkar orð Guðs því að það nú það sem þessi þáttur raun og veru snýst Þetta í raun boðunar þáttur til mína fyrrverandi félaga í sjómannastétt og að vísu var ég ekki sjálfur kristinn maður þegar ég var til sjós og var ekki mikið að velta þessu fyrir mér sem að Biblían var að tala en það allt saman kom seinna. Þannig það öllum viðbjargandi, bæði mér og þér og ég sem sagt stöðlaði 1989 sem ég oft talaði og hef gengið þennan veg síðan og ekki þreistu að láta menn eða hvern sem vita á hvað ég trúi og hvar ég stend í þessu og það hefur ekkert orðið mér til neins nema góðs og ég fullyrði það að sama mun gilda þig hver sem þú ert, þar að segja ef þú tekur þann pólinn í hæðinni því drottinn einfaldlega verður. Ég held að þú takir undir þetta. Stundum ertu á þeim stað að þér líður kannski ekkert alltof vel og stundum vildur gjarnan að eitthvað væri öðruvís en það en það erfitt auðvitað að ráða við það hvernig hlutir eru því við ráðum svo litlu oft þá en trúin til þess að takast á við þessi verkefni sem eru svo erfið fyrir okkur og leysa úr þeim og þú kemst að því að það akkur í að trúa. Þarna verður trú eitthvað annað heldur kannski hingað til hefur áttaði á því að reynslan og skrefin inn í trúnni og í trúnni sýna þér að þér ekkert megn og oft hefur maður ekki akkurat staðið andspænis því að í raun og veru manni ekkert megn í trúnni á Jesú Krist. Vegna þess að maður hefur leitt reynslunni að tala með því sem maður hefur numið, bæði úr orði Guðs, beintið sem vorum að lesa þarna áðan og svo hefur maður auðvitað verið að hlusta á ræður og predikanir og kennslur og alls konar sem að styður við það sem að maður áður vissi eða var búinn að nema en reynir á nýjan hátt af reynslunni. Við veitum það bara til að mynda með sjómenn, hvað sjómennska og að vera góður sjómaður komið að öðru en hreinni reynslu. Ég man eftir því þegar ég var að byrja til sjós og ekki vissi maður nú mikið hvernig hvað þetta snerist allt en þegar maður sté í land, 16 árum seinna þá vissi maður nú allmikið ýmislegt og það sem kannski var barnalegt að koma inn með barnalega hugsunum var löngu farið og það hefði fengið að þroskast og fullorðnast og verða því sem það var að því að maður fór að sjá verk eins og þau voru, eins og með trúna. Það kann að vera, ef hún það auðvitað þegar þú kemur inn, þá veistu ósköp lítið trúna, sama gilti mig, ég vissi ósköp lítið trúna og vissi fátt það hvað var að gerast í þessari trú, en svo fór maður að mæta alls konar sem maður átti ekki von á og þá sá maður það mjög fljótt og ég er þakklátur fyrir það, að þetta var bara ekkert létt verk að fara fram með þetta.
En síðan fór maður svona að læra hvernig á að gera þetta. Maður fekk visku af því sem maður var að lesa og heyra og hlusta á aðra reynda trúaða menn og konur sem maður lærði af og sá sjálfur að maður þurfti að beita ákveðinni visku við boðunina. Og viskan er ekkert komið frá mér sem betur fer. Þetta er allt saman lært af Kristi sjálfum. Þetta kannski kann að hljóma einkennilega í augum og eyrum sumra manna, en þannig talar orð Guðs. Og þetta vita þeir sem að þekkja orð Guðs að það er gert með þessum hætti. Þannig við í raun og veru og við erum ekki að boða okkar eigin hugmyndir trú og eða hvernig á að gera trú, né heldur þó sumir geri það að finna einhverja leiðir sjálfur að fólki. Ég held að sú leið sé ekki til. Það er líka þannig með trúna, annarkvort tekur við trú eða þú tekur ekki við henni. Þú getur farið með einhverja leiðir að fólki sem að þínu áliti eru gagnlegri, en ég segi það, þær eru ónýtar. Af hverju? Af því Drottinn er með leiðina og hann segir mér notaðu þessa leið. Og ef ég er að eitthvað bæta við það, bara því miður, konu minn, þá get ég ekki notað þetta. Þetta er eitt af því sem að reynslan hefur kennt manni, þetta er eitt af því sem reynslan hefur sýnt manni og þetta er eitt af því sem að bara gangan hefur bent manni á. Þannig að svona þessi barnalega hugsun sem maður var með til að byrja með, hún er löngu farin. Og maður er farin að sjá þetta bara eins og þetta er. Og ég segi í dag, þetta er lífið sjálft. Og þetta er þetta drifkrafturinn í því sem maður er að gera. Maður viðurkennir það að þetta sé lífið sjálft. Og ég veit alveg hvað það er að vera á sjó. Ég veit alveg hvað það er getur gripið huga manns til sjós. Að það er alls konar. Og ég veit að líka, oft hefði nú verið gott að hafa þetta haldreipi sem maður á í dag, en átti ekki til á þeim tíma. Því að ástandi á manni var þetta með alls konar hætti og ekkert alltaf neitt sérstaklega gott frekar en í dag, en munurinn er gríðarlegur af því að nú hefur maður trúna. Og hún bara fer ekkert frá manni. Hún bara er þegar maður vill að hún sé. En í þann tíð þá átti maður raun og vera ekkert til þess að halda í fyrir þetta. Þannig við sjáum að munurinn er alveg gríðarlegur. Og engu saman að jafna. Þetta er einhvað sem að ég veit að margir sjómenn eiga, ég efast ekkert það. En það þarf að árétta alls konar við sjómenn. Því að þeir eru bara eins og allir hinir, vilja kannski fara út í aðra sálma með sjálfan sig og svona vera svolítið töffarar og gera ekkert með þetta og svo framvegis. En svo kemur þetta alltaf yfir aftur að þessi vanlíðan, einhvern veginn maður verður svo lítill inn í sér og allt saman það og þá eigum við til þessa trú því hún fer aldrei neitt. Við getum verið kokkrustir og allt saman það, en trúin fer aldrei neitt. Hún er alltaf til að hjálpa manni og konu sem þetta á. Og þetta er hlutverkið okkar sem eigum til trú, það er að benda á trúna, segja frá trúnni, vera undir hatti trúarinnar og hvetja fólk til sama. Það mun enginn sjá eftir því sem að eignast þetta. Ég lofa hverjum sem er þessu. Og Drottinn tekur undir það því að þetta snýst ekkert það sem ég er að segja, heldur er ég bara að benda á hann sem er allt málið og hann heitir Jesús. Ég tala þetta minni reynslu og ég tala því sem að ég hef reynt í gegnum árin í þessi 30 ár sem ég er búin að vera trúaður. Ég veit ekki á hvaða vegi þú ert og ég veit eiginlega ekkert það hvernig þú tekur þessu, en það er ekki mitt mál hvernig þú tekur hlutunum. Það er sannleikur sem þú ert að heyra. Að trú er viss leið fyrir hvern mann að fara og gæfuleið. Það verður aldrei frá trúnni tekið að hún er þetta. Og þeir sem hafa þekkst boðið, ég og allir mínir bræður og systur, við stegjum allt aðra sögu. Við segjum að víst er þetta eitthvað sem hver maður á að eiga. Og víst gerist margt sem að við vissum ekki, sáum ekki fyrir en stigum svo inn í.
og við skildum ekki upp eða niður í einu eða neinu hvað væri að gerast. Og þá veit ég, og ég alveg pottþéttur á því og veit það, að þá það eina sem eftir er þessi trú. Og með hjálp trúarinnar þá komumst við í gegn ekki bara einhvern veginn, heldur styrkari manneskjur. Og til þess trúin. Hún til þess að halda þessum styrk uppi sem að trúni ætlað að vera. Og þetta eru margir sem að taka undir þetta og ég veit að þú gerir það líka og alveg pottþétt ef þú veist, þekkir málið prívat, eins og ég geri og margir af mínum bræðrum og systurum í Jesú nafni. Við skulum segja þetta gott og við skulum fá eitthvað meira efni, vönduðu efni og svo ljúkum við þessum ágæta þætti. Smávegis halaveðrið 1925. Frá því að fyrsti togarinn varð eign Íslendinga 1905 hefur togarinn ekki héðan vikið. Ekki ósennilegt að þessi skip hafi verið nokkuð í umræðu manna og telst eðlilegt af því að segja má að þau hafi stungið svolítið í stúfið annað sem hér var. Skipastóllinn samanstáð á opnum árabátum og 20-30 tonna fiskibátum og stálfiskiskipi í eigu landas mikið til óþekkt. Fyrsta kynslóð togara var sérstök að því litið til að vera talsvert stærri öðrum íslenskum fiskiskipum. Togarinn Kút var keyptur nota til Hafnarfjarðar. Hann var 154 tonna stærð og lítið skip, vissulega, en sennilega samt stærsta fiskiskip sem Íslendingar eiga á þeim tíma. Hefur reyndar engar sannanir fyrir slíkri fullyrðingu. Tel mig þó fara nokkur nærri sannleikanum. Talað var þessa fyrstu togara Íslendinga sem sjóborgir og raddir til sem sögðu þá ósökkvanlega. Mikill misskilningur sem sagan hefur rækilega staðfest. Margt kom til. Skipin voru frekar lítil og lágu lágt á sjónum. Á þeim átti aldan greiðan aðganginn á dekk. Samt gátu þau verið ágætis sjóskip. Þetta ofmat sjóhæfninnar kemur vel í ljós í halaveðrinu 7. og 8. febrúar 1925. Halaveðri granda tveima fyrstu kynslóð togara. 14 aðrir togara lentu í veðrinu og í miklu vandræðum vegna þess. Tveir af þeim fórust með allir áhöfn og með þeim 74 manneskjur. Þeir eru Leifur Heppni frá Reykjavík og Fíeld Marshall Robertson frá Hellers útgerðinni í Hafnarfirði. Margt var mannin borð í hverjum þessara togara, víst það. Halaveðri skall mjög snöggt á og reyndu sum skipin að pakka saman og koma sér sem skjótast í var. Engum af þeim tókst þetta. Til þess kom veðrið of skjótt. Engin tími gafst. Hvað þá eftir? Gera hvað sem til bjargar. Á þessum 16 skipum störfuðu 500 menn og skiluðu sér heilar heim 426 sálir eftir gríðarlega baráttu áhafnanna við að halda skipin sínum ofansjávar. Skipin voru verulega löskuð eftir hamfarirnar. Miðað við ástandið borð í hverju einu þessara skipa hefðu þau öll geta farist eins og Leifur Heppni og Fíeld Marshall Robertson. Mikið þrekvirki var unnið þessa 2 daga þarna á hafinu í febrúar 1925. Líkt og sagan og samantektirnar atburðina hafa kennt okkur. Þar voru líka kennsla krafta sem enginn mun geta boðið byrgin. Mikilvægur lærdómur kostar sitt. Ótrúlega hreistisögur eru til í halaveðrinu.
Togarinn Egill Skallagrímsson frá Reykjavík lá á hliðinni í 30 klukkutíma og var hallinn tíma nógu mikill til að möstri snertu hafflötinn og hluti brúarinnar á kafi. En skipið komst til hafnar með allt sitt fólk borð af þrautsig og vinnu áhafnarinnar við að halda skipinu kjölréttu. Ekki að villast að menn hafi neitt nema ofreikna sjóhæfni þessara skipa þrátt fyrir máski umræðu talsvert hástemda hið gagnstæða. Sagt var hér ofar að þessi skip hafi verið frekar lítil. Flest af þeim voru á 300 tonn. Stærsti togarinn í þessum flokki togarinn Venus GK 519 frá Hafnarfirði. Hann var 419 tonn. Venus lá árum saman við ankeri á ytri höfninni í Hafnarfirði og slitnaði upp í vestan ofviðri sem gekk yfir landi í nóvember 1956 og rak upp í norðurgarðin í Hafnarfirði og brotnaði. Man maður vel eftir flaki þessu á fjöru sem krakki í Hafnarfirði eða það sem þá var eftir af því. Norðurgarðurinn var eitt leiksað okkar félagana og margra annara hafnfirska krakka. Á samastað á Venus lágu þarna á legunni lágu lengi, máski árum saman, tveir aðrir togarar. Hvaða togarar þetta eru hef ég ekki komið stað. Held að Venus slitnaði upp hafi hinir verið farnir þaðan. Helles útgerðin eigandi togarans Field Marcel Robertson gerði út fleiri togar en bara þennan eina. Helles útgerðin var starfandi í Hafnarfirði í nokkur ár og kom með talsverð umsvif sem munaði fyrir bæjarbúa. Hún valdi að pakka öllu sínu saman 1928-1929 og hverfa úr bænum skildi hún eftir gríðarlegt atvinnuleysi sem líklegt að sé helsti hvati að stofnun bæjarútgerðar Hafnarfjarðar. Hún á stofndaginn 12. febrúar og ártalið 1931. Íslendingar á Austur-Grænlandi og á Nýfundnalandsmiðum. 1960 eru komnir fram skuttogarar í heiminum sem í nokkur ár hafðu sýnt yfirbyrði yfir gamla síðutogarann án þess að það vekti sérstaka eftirtekt landans. Allavega ekki ráðamanna. Manni sjálfur ekki eftir neinni umræðu skuttogarann frá þessum tíma. Að sjá var skuttogar ekki til. 1960 íslenski togaraflotinn allur að eldast og samastendur mest af togarum frá nýsköpunartímabilinu 1947 til 1952. Á vissum árstíma og nærtregur árinu 1960 eru ferðir íslensku togarana yfir til Austur-Grænlands orðnar fastar punktur í veiðum skipana. Sækja þau nokkuð að afla sínu þangað. Mest var það þorskur sem kom í vörpuna og eða karfi. Á milli 1950 og 1955 verða menn varir við mikið magna af karfa á Nýfundnalandsmiðum og fór svo að mestallur íslenski togarafloti siglir þangað og mokar upp karfar og var ekki óalgengt að fullfermi fengist eftir 2 til 3 sólarhringa veiði. Siglingi fram og tilbaka tók skipin 10 sólarhringa að túrin var að venjubundinni lengd þó sjálfar veiðarnar tækju fljótt af. Venjulegu túr togara var hálfur mánuð, væri ekki siglt. 1959 eru flestir íslenski togararnir að venju á Nýfundnalandsmiðum að eltast við karfan en eru í tregari veiði. Greinilega farið að draga úr afla skipana. Íslensku skipum á sama tíma við Austur-Grænland ganga karfaveiðarnar betur. Margt annað og að gerast í þessu landi en bara veiða á fjarlægum miðum því áætlanir eru gerðar smíði 4 síðutogara stærri gerðinni sem hugsaðir eru til gangs. Markmið með þá að veiða karfa við Nýfundnaland sem þá hvað blómlegust. Að krafa gangsgerð segir að fjarlæg mið sé að ræða og að menn stefni skipunum á þau. 1960 og að því koma skipin sigldu fánu skreitt til sinna heimahafna eru karfaveiðarnar í Nýfundnaland ekki svipur á sjón. Gangmiklu og stóru skipin nýttust ekki verkefninu. Koma togarans Mæ GK 346 til Hafnarfjarðar.
Samningurinn smíði Mægek á 346 við vestur þýsku skipasmíðastöð í Bremerhaven lágu undirritaði fyrir 30. apríl 1959. Kjölur skipsins lagður í desember 1959. 3. mars 1960 var 1000 tonna togarum hleypt á stokkunum og þá komið nafnið Mæ. Var að staðnum talsverður mannfjöldi til að fagna tímamótunum. Fregnin birtist í Tímanum 8. apríl 1960. Í fréttinni segir að Mæ verði afhentur bæjarútgerð Hafnarfjarðar 11. Mæ 1960. Á þessum tímapunkti BVF Mæ stærsti togar Íslendinga. Togarinn Narfi R heldur minna skip og kom til landsins í aprílmánuði 1960. 5 glæsilegir og afkastamiklir síðutogar að sigla fánum skreytti til hafna á Íslandi árið 1960. Munið rétt öll þessi skip á miðunum í sinn upprunalegu mynd fram yfir komu skuttogaranna 1972 en fara upp úr því að hverfa og nýta allt til annars konar veiða og þjónustu eftir gagngera breytingar. Mægek var seldur til Noregs árið 1977 til að sinna olíubörpollum Norðmanna og entist við verki í 25 ár. Líklegt að áætlunartími skipsins 11. Mæ hafi svo gott sem staðist. Eftir hádegi 18. Mæ 1960 sér í skipi úti fyrir Hafnarfjarðarhöfn. Mikill fjöldi stóð á bryggjunni og sá skipið koma. Var í staddur í mannmerðinni á gömlu bryggju, þá 6 vetra gutti. Í minningunum var úti blíðskapar veður og sól hátt á lofti. Gamla bryggja stundi undan mannmerðinni. Hún rúmaði ekki fleira fólk. Og það sannar eitt. Almennan áhuga bæjarbúa á verkefninu og gleði yfir að eignast nýtt skip. Fiskiskip var á þessum tíma atvinnuskapandi. Það tryggði fólk vinnu. Akkur var í fyrir Kaupstaðins og Hafnarfjörð að hafa veglegt skip með heimahöfn í bænum. Þessi birtingamyndin af grúanum sem þennan dag var samankomin á gömlu bryggju. Og ekki bara þetta. Fólki horfir á stærsta og veglegasta togari í eigu landsmanna. Sér glæsileikan upp málan sigla milli garðana tveggja. Þessara gagnlegu varðmanna hafnarinnan. 3 systurskipa Mægek bættist á næstu vikum við í hópinn. Endalag síðutogarnas eru framundan. Skipið siglir rólega inn í höfninu og stefnir til austurs og beygir og snýr við og leggst upp að bryggju með stjórnbót síðan uppað. Grænmála stefni vísar út fjörðinn. Eins og áður segir var í grúanum 6 ára gutti ásamt foreldrum sínum. Hann að vísu mann frekar ólast eftir því sem skeiði á og við bryggju sögum ungs aldurs. Allt frekar slitrótt. Skipið leggst upp að trébryggjunni, fólkinu boðið borð og streymir borð. Ef mann rétt var landgangunni stigi sem lagður var frá bryggju og yfir í togaran sem fólk gekk eftir til að komast niður á tréklætt þilfarið. Mann eftir að hafa fetað mig milli trappana með sjóun á einu stað beint undir löppunum. Væri ekki leyft í dag. Var allt svona lagað í öðru og verri farvegi 1960 en síðar varð. Dekk skipsins þakktist allt fólki, endur var slefn. Skipið sigldi út á milli garðan í fyrsta skipti í sinni sögu. Smávegis vindgustur léku vanga. Fólki virti fyrir sér landslagið af dekki skipsins. Fyrir suma var nýjung að ræða. Siglt út fyrir baugina, fjær höfninni og snúum við og aftur lagst á sama stað. Stundin við komum Mægek á 346 til Hafnarfjarðar söguleg. Hún mynd af endalögum síðutogarans. Ekki bara á Íslandi, heldur í öllum heiminum. Ólíklegt að fleiri síðutogarar hafi verið byggðir eftir að lokið var við smíði þessara 1000 tonna togara í Bremerhaven í Þýskalandi. 6 ára guttin var himinlifandi komin borð ásamt foreldrunum. En honum grunaði ekki að 10 árum síðar yrði hann einn á áhöfn sama skips. En þetta skeiði og gerðist í júnímánuði 1970 en hann sló á þráðinn til skipstjóra sem réð hann gegnum síman
og hann mætti á bryggjuna á brottfara tíma og hvarf með poka sinn fram í lúkar eftir áhafna meðlum með vísa honum að herbergið sem yrði hans tímar sinn borð. Skipið lagði til hafs og tók stefnu á Austur-Grænland. Fyrsta embættið borð var staða næturkokksins. Hvað næturkokkur gerði vissi hann ekki en var smá stoltur af traustinu sem honum var sín, ekki þar mikið. Fljótt komst hann að raunum í hverju verki fólst og hans bara ágæti staða. Borð í maí var ég til loka ágústmánaðar 1970. Fór skipið þá í slipp til botnhreinsunar og málunar eins og venjan var. Ekki fekk ég endurráðningu aftur var farið af stað og var ástæðan að vanimenn sóttu Á þeim tíma var maður vist óvanur. Haustið 1971 kom ég aftur borð í togara Maí og var fram á jólum 1971. Á þessum tíma upplifði ég mína fyrstu siglingu til Cuxhaven í Þýskalandi og aðra til í kjölfarið. Túrinn var beittúr og komið heim eftir seinni sölu eitthvað 6 vikum síðar. Launin voru 100.000 króna hlutur, sem þóttu allvel í lagt, get ég sagt ykkur. Eftir að ég fór í land af Maí GK rekum ekki minni til að hafa komið þangað aftur. Var nokkra túra árið 1973 á togaranum Röðli GK frá Hafnarfirði og fór með honum nokkra siglingar. Þannig borð lauk síðutogaramennsku manns. Haustið 73 sótti ég pláss á skuttogarunum Júní GK 345. Tími minn borð í síðutogara skammur sem einkennilegt miðað við áhrifin til langs tíma. Áhugavert. Já, vinnin, stundum klukkutíminn nú ekki lengi að líða og þessi var ekki lengi að líða, hann einn af þeim sem var ekki lengi að líða vegna þess að við sjáum að þetta var gott efni og okkur leiði vel undir þessu efni og tilgangur ekki annar. En þetta sem sagt komið að lokum og það var gaman að bera þetta efni fram og sérstaklega gaman að vinna það og ég trúi því að þetta hefði gert það gagn sem að því var ætlað en við skulum lesa hérna nokkur orð í Biblíunni svo náður við kveðjum. Við erum ennþá í 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls og við förum í 21. vers. En Jesús hafði þetta mælt, komst hann mjög við í anda, vitnað og sagði, sannlega, sannlega segi yður að einn af yður mun svíkja mig. Sem sagt, í hópi manna Krist var einn svikari. Og þeir eru víða, skal ég segja ykkur. En við erum alvöru fólk, þannig að við myndum aldrei svíkja félag okkar. Það er ágætis svona bara viðmið að fara með inn í lífið og áfram því að þetta er svo víða og ég gæti alveg verið þessi maður ef að ég uggi ekki að mér, Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson kveður og hefur þennan þátt ekki lengri og þakka fyrir sig og trúir því að það hafi verið heilmikið gagn á honum, Jesú nafni. Amen.